Kæru hlustendur, nú verður flytt útvarpsleikritið Hótel Rangá. Mitt á milli Hellu og Kolsvallar er vinalegt, bjálkaklætt, 4 stjörnu sveitahótel. Voldugt timburhlið við innkeysluna, merkt Hótel Rangá. Gefur til kynna að hér sé hugað að hverju smáatriði frá fyrstu hughrifum til ferðaloka. Fyrir aftan móttökuborðið, þegar inn er komið, situr snaggaralegur maður í köflótti skyrtu og með grásprengt hár. Þar er komið Friðrik Pálsson. Takk fyrir þetta. Æ, það var ekki gott það var skemmtilegt. Fattarðu hvað þetta er? Já, bara eitthvað svona, ekki bara eitthvað svona vetrarveður og... Nei, það er einhver gestur að prumpa í móttökunni. Já, já, þetta var það, já. Þetta hafði ekkert með að gera svona... Ég helst að það væri vindur. Já, það er kaldur vetrardagur á við Hótel Rangá. Það er skemmtilegt. Já. Herru, já, nei, verið velkominn. Það er nóvember, 22. í dag. Já, það er aðeins farið að kólna maður. Og nú er, já, vetrarbólinn farin að... Gerðu vetrarhlóð svona? Hversu? Hættum þessu. Fólk er að ærast núna. Já, það var glæð pyrrandi, sorry. Hérna, nei, og við erum mættið með ykkur hérna, sem fyrr. Já. Addi og Iddi og það er biti í dag. Já. Hótel Rangá. Hótel Rangá, ég held að það hafi komið fram í kynningunni. Já. Og hvað getur við sagt um það? Hefur þú gist þarna? Nei, ég er nú aðalega bara að skróla í gegnum Payday núna. Já. Þetta er ótrúlega nýjungar alltaf í þessu, sko. Er einhver komin yfir reynda? Það er alltaf eitthvað nýtt, sko. Hentu dráttarvöxtum á einhvern? Það gera núna, eitthvað random. Já, hentu dráttarvöxtum á Bjössa í Payday. Já. Leiðu honum að drekka eigið tevatn. Ég ætla að gera það. Súpa sér degi segið hérna. Heyrðu það, Bjössi, það er komið dráttarvöxtir á kallinn. Við ættum að æfa okkur í því núna að senda honum reikning fyrir reyndagan. Já. Nei, meinarðu eftir reyndagan? Já, getur verið. Já, þú átt við að... Bara eitthvað til að kikka dráttarvöxtin inn strax. Bara strax. Já. Nei, heyrðu, Payday að sjálfsögðu diggur samstagsæðili. Við þökkum þeim alltaf besta fyrir. Já, hugið að samþættingunum fyrir jólin. Munið að senda reikningana tímalega. Já, ef þú ert með netverslun og bara inn í Payday með þið strax. Akkurat. Heyrðu, svo er það Jómann líka maður. Já, heyrðu, ég er nú reynda með spurningu í boði Jakobs. Nú, til mín. Jakobs og Jómanni. Við fórum yfir þetta. Þetta er hospitality sem við erum að taka fyrir í dag. Já. Einföld spurning. Hvað er stærsta hótelkeðja í heimi? Hilton eða? Heyrðu, þetta gæti verið trick question hjá mér. Nú. Réttasvarið er Marriott. Já, Marriott, einmitt. En það sem að fylgir sögunni, ástæðan fyrir ég ætla að gefa þér smá slakka, er að Hilton gæti verið eitt af 30 vörumerkjum sem að Marriott á. Já, það var svolítið hátt. Ég var alveg að ærast á þessu. Já, býtu. Ég skal fara að fletta upp. Ég var samt búinn að taka fyrir hérna, Our Brands. Sko, hugsaður, þeir eru með Edition. Þeir eru á Íslandi. Já, er það? Já, þeir eru með Marriott. Svo eru þeir með Sheraton, sem er svona... Þetta er móðufélag hótelkeðja. Já, og já, þú veist, það er náttúrulega Marriott Hotel. Svo er 4 Points, Proti, Spring Hill, Fairfield, Gaylord Hotels, Courtyard, Aloft, já, nei, ég held að Hilton er ekki Hilton er ekki. En þetta er tölvöld stærra heldur en hélt. Þetta er 7.642 hótel. Shit. 1.423.044 herbergi í 131 landi. Takk fyrir. Og þau jöku fjölda herbergja milli 2020 og 2021 3,1%. Sem er ömurlegu tölfræðimáli. Í miðju COVID. Já, nennur að bara henda einhverju á þetta. Já, þetta var bara ömurlegt. Ekki þetta. Já. Lenn taka þetta. Ég sagði að árán 2020 til 2021 þá ökur herbergjafjöldan 3,1%. Sett aftur á þetta. Ömurleg tölfræði. Nei, Jómfrúin, þetta var í búið Jómfrúnar að sjálfsögðu, hérna bara miðstöð viðskipta og slúðurs, er það ekki það? Jú. Það er eitthvað slúðrað. Já. Og mekka síldarinnar og danska bjórsins. Já, þarna koma ráðherrar. Já, það styttist í að við förum að vera öskulhægjandi þarna. Já, það verður gaman. Já.
Mikið hlakkaði til, en Jómfrúin fyrir ykkur sem að hlusta, þið vitið. Það ekki ennþá orðið Vitið hvert alveg þið að fullt fara? fyrir jólavertíðina. Þið þurfum bara að vera klók. Já, Finnið ykkur bara borð. Þurfa að vera mjög klók Já. til að finna borð þar. En já, eins og ég segi, það bit í dag, ég held nú að flestir Íslendingar bara viti af þessu hóteli. Þetta náttúrulega þarna gerir auðfólk yfirlega vel við sig Já, Rangá. og hérna sumleiðis bara svona heimsfrægt fólk. Við hefum séð þarna, Jay-Z og Beyoncé og Justin Bieber og fleiri. Svo var nú Fyrir þetta. hérna, sko, það kom nú harfisksali hérna á skrifstofan aðan. Og vanalega á þeim vinnustöðum sem ég hef verið þegar þessir harfisksala lappinn, þá sagt SNÁAÐU! SNÁAÐU! Eðlilega. Já, kaupið ekki! Já. En ég hugsaði, ætli hann vita eitthvað og spurði, kannast eitthvað á Hótel Rangá? Já. Og sagði, Friðrik Pálsson, topp eintak, Já, einmitt. toppmaður, Já. ekkert nema góður maður, Einmitt. voldur í íslensku viðskiptalífi hér á árum áður, Já. sett staði í sveitinni, Já. geggja hótel. Hann sagði, svo meira til, hugsaðir, hversu knowledgeable harfisksali? Já. Þú sást hann? Ég sá hann. Hann sat hérna hjá Ég veit það. Já, helst líkt á En honum. sko, einmitt, hann talar um ok. að Friðrik sé topp maður. En ég sé það bara í augunum á þessum Friðriki. Hann er peningakall. Þetta er peningapési. Þetta er peningapísi, já, það fer ekkert á milli mála. Já. Hitt sem hann sagði, það sem að kannski aðeins gæti farið að mála, hvað getur sagt? Skrattan á vegginn. Já, skrattan á vegginn á Hótel Rangá. Harfisksalinn sagði, þetta er bara 4 stjörnu hótel. Nú er komið 5 stjörnu hótel í Reykjavík. Og fram, eða bara lengi vel, var Hótel Rangá eina sem að ríkustu rússarnir og aðrir svona alvöru séffar utan að heimsóttu. Það var bara standard að fara á Hótel Rangá. En í dag er meiri samkeppni með tilkomu fleiri svona kannski boutique. Hann sagði boutique hótel, ég hef aldrei heyrt þetta orð. Já. Við hefum kannski átt að kaupa einhvern harfisk á honum. Já, þú fórst nú gegn svona full harkalega á hann, sko. Já, ég meina, en hann hjálpaði. Sko í dag, önnur boutique hótel, Deplar, væri gaman að taka það, í erlendri eigu, en ég held að sé orðinn annar stærsti vinnustæðurinn í Skagafirði. Gott ef ég sá það ekki, eftir kaupfélaginu. Athyglisvert. Kofinn að sjóa í Múlakafi, ekki kofi, hann að bústæðurinn sem að Gatesarinn fór í. Emitt. Og svo Edition að sjálfsögðu. Þetta eru svona... Þetta er svo high-end. Já, kannski Bláa Lóns. Já, það er náttúrulega líka sko með Hótel Rangá. Þetta er svona, þarna er einhver fullkomnasta stjörnuskoðunar aðstæða bara á landinu. Það lúka mjög flott. Og þarna er náttúrulega ekki mikið ljósmengun, þannig að þetta er bara kjörinn staður til að fara að skoða stjörnundar. Já, þú ert mikill andófsmaður ljósmengunar. Já, jú, í alvörunni. Ég er náttúrulega horfið mikið til himins og spá í stjörnunum og þá er ekki gott að vera í Reykjavík, sko. Nei, ég hef verið að berjast fyrir að við slökkum á umferðarljósunum 7 á daginn. Já, umferðarljósunum. Já. Það er aðalega bara ljósin með frá vegunum sem ég er að tala um, sko. Já, ok. En þú vilt að láta bara slökkum á umferðarljósunum. Já, ég held að það væri best, sko. Þetta er svo mikið mengun á það. Ég segi það. En hérna, allavega, sko, félagið sem heldur utan reksturinn heitir Hallgerður EHF. Og það er í stærstri eigu áður nefnds Friðriks Pálssonar. Já, á ég að taka smá. Já, ég ætla að fara aðeins yfir eignarhaldið. Já, flott. Það er hann, Friðrik Pálsson, Frissi Páls. Já, Frissi. Hann fer með 82,88% hlut. Og svo er restin hérna af eignarhlutnum er að fara til Sveins Tyrfingssonar 10,56% og svo er það Hallgrímur B. Geirsson 6,56%. Og já, þú máttu endilega koma inn með, þú varst með einhvern móla hérna. Já, ákvað þetta er svona tignalegt nafn, Tyrfingsson. Já, Tyrfingsson. Ég hef bara heyrt um einn Tyrfingsson áður, sko. Og það er þessi? Nei, það er Þórarinn Tyrfingsson. Hann er ekki yfirlega á Vogi eða eitthvað svo leiðis. Ég þekki það ekki. Nei. Hér sé ég, segðu mér, Tyrfingsson leikskáld. Já, ég kannast ekki við hann. Nei, ok, sorry. Herru, í staðin fyrir að taka hótelbransan í heild, þá ákvað ég að taka bara hospitality og útskýra orðið. Já, bara... Og sko, hospitality, og þetta er kallað hospitality industry. Hospitality er sambandi á milli gests og gestgjafa. Þar sem að gestur nýtur einhverja tegunda velvildar gestgjafa. Oftast fyrir einhvers konar þóknun, sem sagt að þessi greitt gjald. En þú veist, það eru til dæmi það bara að þú gistir frítt einhvers staðar. Og hospitality, hvað hefur?
Vissur þetta? Nei, ég var að hlusta allt og áfram. Hospitality kemur af arabíska orðinu hospes sem þýðir gestur eða gestgjafi. Ok. Hospes kemur svo af orðinu hostis sem þýðir ókunnur eða óvinnur. Þannig að latneska orðið hospital þýðir síðan guest chamber eða gestarými. Og hospes, hostis er svona grunnurinn að orðinu hospitality eins og við þekkjum þetta. Já, þetta er svona gesturistni. Já, basically. Takk fyrir það. Og Hótel Rangá er í þessum bransa. Já. Og þú veist, það var einhver búinn að segja mig, hætta að segja þessar tölur, útskýr þetta bara fyrir okkur. Já. Þannig að þetta var bara útskýring á orðinu hospitality. Þannig að þú hefur lokið máliðin í dag. Basically. Ég var náttúrulega búinn að lesa textan Hótel Rangá. Þetta er mitt á milli Hellu og Hvolsvallar. Vinalegt, bjálkaklætt, 4 stjörnu sveitahótel. Friðrik Pálsson. Frísi Páls. Augljóslega legend. Hann var forstjóri SÍF, sem eru gömlu sölu samtök íslenskra fiskframleiðenda. Þetta er þegar að það var sko ekki einokun heldur fákeppni. Það voru 2 aðilar sem voru með umboð til að selja allan fisk úr landi. Og þetta var brotið upp og varð að Icelandic sem fór á hausinn í hruninu og er bara eitthvað vörumerkja rusl í eigu ríkisins í dag. Og Icelandic Seafood International sem var Bjarni Ármanns og nokkra góðar útgerðir er að keyra áfram að miklum krafti. Vísu erfitt ár í fisksölu en þeir ná vott með sínum manni. Hann Frissi Páls, þetta var, hann er löngurinn peningapjössi. Já, þú veist, þetta er bara eitt stærsta gig sem hægt var að hafa á þessum tíma. Og hann var forstjórið þarna. Og það fylgir sögunni, hann var að ferðast 200 daga á ári. Já, einmitt. Sennilegast bara fengi nóg. Kannski komið með eitthvað svona fuck you cash. Fyrir sitt eigið, árið 2003, það er 19 ár síðan í dag. Og hann kaupir sem sagt Hótel Rangá. En Hótel Rangá var stofnuð árið 1999 af hestamönnunum Sigurbirni Bárðar og Axel Ómars sem að höfðu þá hugsjón að undir svona, hvað getur maður sagt, bara hestaunnendur að geta komið þarna eða vera stundar hrossakaup eða fara í hestaleigu eða annað. Þá yrði þetta svona þeirra hótel en ég held að Frikki hafi verið með aðeins stærri sín á hvernig var hægt að gera betur úr sem búskap. Hann mætir, Friðrik mætir, Líðin kætir fyrir beint í expansion. Hann bætir við 6 herbergjum bara árið setna og þá fara þær upp í 27. Já, voru 21 í upphafi þegar hann kaupir á. Akkurat. Svo eru þau komin í 52 þarna árið 2008 með einhvern reisa matsal og samkvæmt okkar bara rannsóknum, þá getum við ekki séð að sé frekari bætingar átt í stað. Nei, 752 hótel. Það verður síðan stór breyting að hann setur inn allar heimsálunar, svona ýmskona svítur. Já. Og ég held að flestir sem að eitthvað vita í íslensku samfélagi hafa tekið eftir Egill Einarsson gisti þarna í The Penguin Suite. Sem hefur þá væntanlega verið hvað, Suðurskautslandið? Myndur ekki skjóta á það? Eða Suðurskautið? Já. Það er allavega heimsálfa, sko. Hvernig, hefur þú farið þarna? Nei, aldrei. Þú er aldrei? Nei. Ekki heldur, sko. Það fylgir það mikið íslenska list þarna. Já. Og ég held við getum bara sagt að þetta sé svona high-end boutique hótel. Já, klálega. En erum við með verð á þessu? Já, aðeins verðin. Ef við kannski farið í það þegar ég er búin að taka tekjurnar fyrir. Sko, ég skal bara skjóta inn og við getum síðan leikið okkur með þetta. Master Suite, það er 1016 eurur nóttin. 1016 eurur nóttin. Junior Suite er á 735 eurur nóttin. Og Deluxe Superior 563 ár. Þannig að hvað kostar bara svona herbergi fyrir góm eins og mig, bara venjulegt? Þú fær náttúrulega í Master Suite-una. Já, einmitt. Þannig að það væri þá 147 skall nóttin. Ok. Það er ekkert að fá herbergi á bara 30.000 nóttin. Men sýnist ekki? Nei. Þú veist, hvað hefur hann með eitthvað góð eins og þig að gera? Nei, ég segi það sko. Ég er ekki þess verður til að vera þarna. Allir það? Nei. Heyrðu, þá er ég lokið máli mínu. Já, takk fyrir það og þú í rauninni ert búin að snerta á því helsta sem ég ætlaði að gera. Þannig að þá held ég að sé bara að ráða að demba sér beint í ársreikningin sjálfan. Sko strángt tekið ætti að vera að skoða samstæðureikningin en það vil svo til að hann var ekki í boði árið 2021. Já, akkurat. Þannig að allir svona sögulegu samaburður er að mestu leyti út frá rekstri móðurfélagsins. Og sem að er þetta áður nefnda Hallgerður EHF. Já. Nú, við ætlum að
byrja auðvitað á rekstrarreikning og í dag þá hann í boði Kitta og Lensarans á Keldunni. Já. Eli, svolítið skemmtilegt. Kitti var eigin spadd. Já. Gengur vel. Við óskum honum bara allsins besta í orlofinu. Sjálfsögðu. Ég spurði það komið kyn. Já. Og kynið. Og þau eru með svona nýtt. Það er náttúrulega búið að banna kynjaverslur og svona fyrir. Já. Þannig að þau ákvaða að halda því bara áfram. Já, búið að banna, já. Og þau ætla ekki að komast að kyninu strax. Nei, ok. Þannig að þau eru skipt blei og svona, þau eru komin svona sérstakann lepp fyrir. Já, þau eru bara blind eða? Já, þú veist, þau segja bara við erum að læra að elska barni fyrir að hver það er. Einmitt, já. Ekki út frá, burt sér frá kyni. Já, einmitt. Þannig að... Hvað það kemur Keldunni við, veit ég nú ekki, en við allan að þökkum þeim kærlega fyrir samstarfi nú. Það er áskriftarleiðin sem að gerir þeir kleift að, fá bara rafrænan ársreikning og fá alls konar skjöl og skýrslur og annað á bara frábæru verði. Gögnin í Excel. Og þetta er oft spurning að pikka yfirmannin, segja, vantar áskrift. Já. Bara kreditkort on the expense of the company, takk fyrir. Svo getur nú bara sagt að þú vilt vera eins og Danny Deluxe, þá ertu með áskrift á Keldunni. Já, það er eiginlega enough said, eins og ég myndi segja. En við þökkum Keldunni kærlega fyrir, og það, bréfin eru græn reyndar núna, en við vitum núna ekki hvernig það verður á akkurat eftir 5 mínútur. Eftir 5 mínútur. Já, akkurat. Þannig að kíkið endilega inn á Kelduna. Nú, þá skulum við demba okkur í tekjurnar, og tekjur Hótel Rangá árið 2021, það voru 827 milljónir króna, sem að hvorki meira en minna en 93% aukning milli ára, en eins og við vitum þá var 2020 ekkert sérlega gjöfult ári í ferðamannabransanum, og 2021 í sjálfu sér ekki heldur, en þó talsverður munur þarna á. Þau voru að velta í kringum 1,1 miljard árin 2017 til 19. Ég held að hann búin að ræða þetta. Við berum ekki saman 2020 við neitt lengur. Nei, það er bara 2019 og 2021. Mér langaði bara að henda þessu fram. Já. 93% aukninga þarna. Já, er þetta fallið tala? Ok, leiðum því að liggja. 93. Sjálfur ég fættur árið 93, þannig að þetta það fallið tala. En 2017 til 19, einmitt 1,1 miljardur, og þau þar að leiðandi núna 2021 komin í svona 75% hlutfall af þessu svona venjulegu ári hjá þeim. Þessar tekjur eru sem sagt bæði vegna gistiplássa og svo veitingareksturs. Því miður var ekki hægt að sjá neina sunduliðun á því í ársreikningnum, og það gerir mér þar að leiðandi ókleift að sjá álagninguna á veitingarekstrinum hjá þeim. Koksið kostnaðarverð seldra vara, það er 122 milljónir, og ég áætla fastlega að það séu bara mestmegnis hráefniskaup í matagerð. Þannig að í staðinn fyrir að skoða álagningu væri kannski gaman að kíkja á Koks plus laun. Laun og launatengt gjöld telja samtals 374 milljónir, og því kostnaðarverð seldra vara pluss laun 495 milljónir, og gerir það 59,9% af tekjum, sem nokkuð vel að sem viki myndi ég halda það. Koks plus laun hefur meira sem verið að lækka hjá þeim jafnt og þétt, náði svona óþægilegu hámarki í stóra COVID árið 2020 rúmum 72%, en það er hreinlega, þú veist, það of mikið fyrir þetta rekstramódel. Töpuðu líka einhverjum 55 milljónum þá. Já, leiðilegt. Núna 2021 voru þau að koma sér undir 60% í fyrsta skipti í einhver ár, sem mjög gott. Þau eru að ná vopnum sínum á nýju. Og eins og ég segi, undir 60% í Koks, þú veist, þekkjum við þetta eitthvað svona yfir hótelbransan. Við hefum nú ekki verið að taka hótelrekstur hingað til, Ég hugsa, þetta verið fyrsta fyrirtæki sem við tökum síðan eitthvað eitt annað skemmtilegt hótel, og þá skal ég vera með samantekt. Já. Ég gerði það ekki núna. Stórgott. Ég ákvað að leggja meiri metnað í útvarpsleikriti í byrjun. Já, alveg. En ég held samt að Hótel Rangá er það svona sambarilegt við eins og bara svona, hvað myndi maður segja, commercial hótel eða? Ég veit ekki, hótel náttúrulega alltaf hótel, þannig að það má alveg bera saman og sjá munin, en auðvitað er það alveg rétt, þetta er ekki eins og að bera saman appelsínu og appelsínu eða Snickers og Snickers. Þetta væri meira eins og að bera saman Bounty og Snickers. Já, algjörlega. Eða konfektmóla og Snickers. En Bounty? Nei, ekki Bounty heldur, hvað heitir þetta sem að komið okkur frá súkkulaði.is? Baileys móla. Baileys súkkulaði, súkkulaði.is. En eins og ég sagði hann, laun og launatengt gjöld 374 milljónir, og af því eru þetta tæpar 333 milljónir í reyn laun, og með 40 stöðugildi gerir það meðaltali 693.000 krónur í mánaðarlaun á hvert starfsmann, sem nokkuð gott.
Við höfum séð að vera, talsvert vera. Já. Og svo eru hérna alls konar gjöld önnur húsnæðiskostnaður 191 milljón. Það nú skýring á því akkur hann svona hryllilega hár, nánar það á eftir. Svo hérna markas- og skrifstofu, markasskrifstofu og stjórnunarkostnaður 41 milljón. Annar rekstrakostnaður 41 milljón og fleira fínir í sem skilur eftir hérna 58 milljón króna EBITu. Og það 7% framlegð. Það ekki bara ágætt eða? Sko, eins og ég sagði, það erfitt að bera þetta saman út að við erum alltaf með samstæðureikninga hin árin. Þetta allan að miða við móðurfélagir ágætis árangur. Samstæðan að skila hærri EBITu en við skulum fara nánar yfir það. Ég kom inn á hérna bara eitt smá en allan að það eru hérna nokkuð þung fjármagnsgjöld, rúma 26 milljónir, bara vaxtagjöld í rauninni og það bara afleiðing af stóri skammtímaskuldstöð. Það þó við tengd félög, þau eru með skammtímaskuld við dótturfélagið sitt Polar Hotel EHF upp á 419 milljónir og þetta Polar Hotel skal ég segja félagið sem heldur utan fasteigna sjálfa. Skulum fara nánar yfir það félag á eftir en eins og ég segi, þung vaxtagjöld hérna sem dregur úr afkomu. Hefði maður haldið allavega, en aldrei ekki því að hér afkoma dótturfélags að skila þeim 56 milljónum í kassan og því hreinn hagnaður eftir skattar rúmar 80 milljónir. Þannig að þú sér það, þetta svona létt hringrás á milli dóttur og móðurfélags sem að svo sem ekkert óalgengt. Nei. Þau að greiða leigu til þeirra, til fasteignafélagsins fyrir fasteign og þetta allt í sömu eigu, þannig að þetta falleg hringrás. Herru, þá það efnahagsreikningurinn og þá færist fyrir leikinn. Við skulum hafa hann í boði Landsbankans í dag. Labadi-dabba-dabba-dubba bankan. Labbagan. Það Landsbankin í dag. Já. Og þar við með póstlistana að sjálfsögðu sem fyrr. Hagsjáin. Vikubyrjunin í gær. Alltaf sé besta vikubyrjun sem hafa komið. Ég ekki frá því að hún hafi verið eins og besta í gær. Ég finnst eins og Una sé að verða fastari en sanngjarnari í því sem hún setur fram í póstlistunum. Alltaf að verða fastari en samt sanngjarnari. Það mjög góður eiginleiki. Það líka mjög sjaldséð. Oft þegar þú verður sanngjarnari. Já, þá verður mjúkari sko. Já, mýkri. Sagði ég mjúkari? Mjúkari. Æ. Þetta ekki íslensku fræðingur? Nei. Já, en hún ákvað að verða sko mjúkari, fastari. Já. En sanngjarnari. Einmitt. Og það bara mjög sjaldséð. Algjörlega, en við hvetjum ykkur á sjálfsögðu, við viljum vera klárari í daginn í gær og vera með bara hlutina á hreinu að kíkja inn á landsbankin.is/póstlistar og skrá ykkur þar. Heyrðu, það allt sem þið viljið vita bara í ársreikningum hjá þér, sko. Ertu með tekjur af veitingasölu í reikningnum með það? Nei, ég var að segja það. Já, ég datt út nefnilega. Ég var að lesa bók hérna og með Nei, ég nefnilega, ég datt inn í hérna verðmat á hóteli. Já. Sem að ég fekk sent og þar sé ég sko að tekjur af veitingasölu þar 40% af heildartekjum. Það væri mjög áhugavert að vita hvað. Já, en því miður þá bara gæti ég ekki séð það sko. Nei, það var ekki sundurlega sko. Ekkert mál. En hérna Ok, alltaf fram. Út frá, allavega ég bara komin í kafla 7, ég held bara fram hérna að lesa. Við þökkum Landsbankann og sjálfsögðu kærlega fyrir og dembum okkur þá yfir í efnahagsreikninginn. Og þar byrjum við á fasta fjármunum og ég ætla að byrja hérna á eignarhlutar í dótturfélögum sem undir fastafjármunum og það að bókfærið virði tæpar 490 milljónir króna og þetta bara eitt félag og það þetta áðurnefnda Polar Hotel EHF sem þau eiga 100% og það heldur einmitt utanum fasteignina hóteli sjálft en þetta bókfæra virði þetta 490 milljónir í raun bara virði eigin fjár félagsins en eins og við vitum þá það nú í fastum tilfellum sama sem merkja á milli bókfærs virðis og hérna raunverulegs virðis og þá sérstaklega þeirra fasteignir ekki hlut sko en ef við kíkjum aðeins í ársreikning Polar Hotel EHF þá má sjá að búið að afskrifa fasteignum tæpar 360 milljónir en eignin sjálf stendur í 691 milljón króna bókfærið virði og þú veist þessi fasteign færi örugglega svona 1,5 hjarta í dag, það ekki það? Jú, einhver þú slærið þessu upp á eftir Já sko, ég með nefnilega hérna fyrir frammi að leigu margfaldari á fasteigni hóteli 120 þar sé að þú tekur sko net operatingin þú veist bara nýtnina net á tekjurnar af sko leigunum við þurfum einhvern veginn að áætla ég með hérna tekjurnar
Ekki það við séum að reyna að gera þetta í beinni, en við erum að reyna að gera þetta í beinni. Ég var náttúrulega að tala leigutekjurnar, eða sko. Ertu með leigutekjurnar? Já, það sem að þau borga fasteignafélaginu fyrir að Já, vera ertu með það? Já, þú hlustar aldrei á mig. Nei, Ertu bara með Ég var að detta á kafla 8. Þú bara með Rich Dad Poor Dad hérna uppi. Já. Ok, hvað með það? Hvað með átölu? Nei, sko, ég talaði húsnæðisgjöld. Það 191 miljón Á ári? Miljón á ári. Já. En ég sé það í ársending, eins og ég var að fara að segja núna í Polar Hotel EHF, að þar eru sem sagt leigutekjurnar þeirra 161 miljón. Fakt checka? Já. 161 miljón í húsaleigutekjur. Já. Fyrir árið 2021. 13 á mánuði. Já, þú veist, 13,5 mánuði. Já. Sinnum 120, það 1,6. Það 1,6? Já. Það var ekki langt frá því. Þannig að það, já, það svona þessi... Við getum verið að ringi eitt spiltan lögfræðing til að double-checka þetta, en ég held að þetta sé bara... Þetta þykir normið í dag. Sko, meða við leigumarkvaldarann sem tekin úr hínu, sko... En svo ekkit víst endilega að þessi 161 miljón sé allt frá móðurfélaginu, Hallgerði. Að þau séu fleiri leigjendur? Mögulega, ég veit ekki, séu kannski að leigja salinn eða eitthvað. Já, meina þannig. Þú veist, en ég ger fastlega ráð fyrir að þarna séu yfirgnæfandi tekjur. Allir ríka og fræga fólki sem er fermingar þarna. Já, þegar svo það, ég meina... Kitty verður með skýrt þarna. Það ekki Beyoncé og Jay-Z letu ekki bara loka matsalum með, hvernig var þetta þegar þau voru þarna? Ég neita að tjá mig um það. Ég veit ekki. Ég þekki alveg upp á háran, ég ætla ekki að tjá mig um það. En allavega 1,6 hjarti, hann liggur á því. Ég sagði 1,5 hérna. Hugsaði, núna Kaldalón alveg byrjar að mjálma maður komast í þetta. En svo eitt, þú veist, komast í þetta, kaupa fasteignina. En þú veist, þannig að verðmat á hótelinu, þú vilt meina að þetta sé bara alfarið á fasteigninni sjálfri? Nei, sko. Svo náttúrulega tekið nýtnin auðvitað á herbergjum oft, því slegið upp og einhvern veginn sjóðstreymisgreint, sko. Jep. Hárrétt. Það bara að horta á EBITDA með að við, sko, og einhvers konar áætlun nýtingu árstekjur per herbergi og fleira sviðismyndir með að við mismyndir tegundir herbergja. Já, einmitt. Sem að við getum eiginlega ekki gefið okkur út af því að... Ef við heyri 7 sinnum EBITDA einhvers staðar, þá drepið þig. Já, það geti þurft að koma flakkar í þér 1,7 hérna fyrir. Nei, þetta nú eiginlega meira á þínum heimavelli. Það verið að sjóðstreymis greina þetta. En vissilega horta á EBITDA því að þegar þú tekur reksturinn þá ertu bara að spá í, ok, við erum með X mörg hótelherbyggi, hver nýtingin á þeim? Hvað erum við að ná að leigja út marga próstu ári? Hvað gefur það okkur í áætlaða reksturtekjur á ári? Hvað gefur það okkur í áætlaða EBITDA fyrir þennan rekstur? Og svo það einhver sjóðstreymis rusl gert. Takk fyrir það. Á meðan að verðmat fasteignarinnar tekur mið af leigu markvaldara sem 120. Algjörða. En sko, svo sé ég einnig hérna í þessum ársending Polar Hotel að það 630 miljón krónar skuld við lánastofnunir. Og ég gerir svona fastlega ráð fyrir að þetta sé hreinlega bara fasteigna lán á fasteigninni. En já, svo ætlaði ég að koma inn á leigutekjufélagsins, sem sagt 161 miljón og þú veist 13,5 miljón á mánuði. Það þetta svakalega upphæð, sko. Já, ég ætti kannski að taka fram að það sem sagt stuðst við net operating income þegar þú ert með svona fasteign. Nói. Það ertu með leigutekjur, hvað sagðirðu, 113? Nei, 161. 161, já. Svo dreigur frá fasteignagjöldin sem þú veist, eitthvað bíla át af því að sveitafélögin að blóðmjólka fólk. Tryggingarnar sem að geta verið, ég veit það ekki, 1% eða eitthvað, viðhald og net operating income sem sagt þessi tala sem þú ert að horfa á. Þetta rauninni rekstrarkostnaður fasteigna 14 hérna hjá þeim, 21. Já, þú dreifur þessa tölu frá, þá veistu net operating income og ef þú deilir þessari tölu í markaðsvirði þá veistu leigu arðsemina. Einmitt. Já. Við erum nú skoðað svona. Og fermetra og virði per fermeter. Já, einmitt. Við myndum aðeins dúlla okkur í þessu. Já, þetta alls konar speki, sko. Já. Ég tek að mér að selja hótel eftir þennan þátt. Heyri í mér eða vilja selja hótel, ég skal alveg húlka þessu út.
En allan að næst hérna undir fasta fjármunum hjá móðurfélaginu Hallgerði, þá má sjá varanlega ekstra fjármuni, þeirra bókfæru verið 46 milljónir og þar undir eru meðal annars listaverk fyrir 9,5 miljón. Eins og þú sagðir inn í byrjun að kemur líka fram á síðunni að það megi finna bara listaverkin er öllum herbergjum. Nú sömuleiðis má sjá hérna áhöld og tæki fyrir 2,5 miljón bókfært og bifreiðar fyrir 7,8 milljónir bókfært og svo er hérna fasteign og gistiskálar fyrir 26,2 milljónir sem ég myndi halda væri einhvers konar starfsmannaaðstaða eða eitthvað svoleiðis. Segðu þetta eins og enn. Hérna fasteignir og gistiskálar. Snape var að drepa Dumbledore. Ég var komið þangað. Já, þú ert þar í bókinni. Já. Er það í Rich Dad Poor Dad? Nei, ég er að lesa Harry Potter. Ég veit það. Já, ok. Herðu, en sko, nei, ég var að finna hérna revenue multiplier fyrir herbergi. Já. Og það er vanlega 3,5 sinnum 4,5 sinnum tekjur. Þannig að ef við vissum tekjur per herbergi, bara nettó, þá myndum við gera sinnum 3,5 til 4,5 til að vita... Já, þú sagðir 3,5 sinnum... Nei, til 4,5 sinnum nettó tekjur. Athyglisvert. Alltaf að læra eitthvað. Já, þetta er gaman. Herðu, en til að draga saman fastafjármuni, samtals bókvært verið 538 milljónir króna. Þá dembum við okkur yfir í veltufjármuni hérna og þar ber eiginlega hæst bara handbært fé. Það er fyrir 152 milljónir, liggja á drúri pingju þarna. Svo eru hérna vörubyrðir fyrir 13,2 milljónir. Það hljóta að vera bara byrðir vegna veitingahúsarekstursins og hérna... Og svo eru hérna viðskipti og aðra skammtímakröfur fyrir 133 milljónir samtals og veltufjármunir standaði samtals í einhverjum 298 milljónum og heildareignir í 835,6 milljónum og það er allt fyrir utan fasteigna sjálfa, svo að það sé tekið fram. Þetta er ágætis veldi. Þetta er þokkalegt veldi nefnilega. En við skulum þá fara yfir í skuldir. Veist, það er ekkert veldi án skulda og þar má sjá hérna móðurfélagið er langtíma skuldlaust vissulega en eins og ég tók fram á þann að þá er fasteignin og allt tengt henni á Polar Hotel EHF og þar með talið langtíma lánið á eigninni sjálfri en skammtíma skuldir eru þó nokkrar og þá aðalega hérna áðurnefnd skuld við Polar Hotel 419 milljónir og það er greinlegt að þau eru að lána dálítið þarna á milli. Hvers vegna veit ég því miður ekki en þetta er auðvitað bara hinn fullkomna hringrás að fá lánaðan pening frá leigufélagi sem þú notar svo til að greiða leiguna til félagsins sem lánaði þér peningin. Já. Þetta er bara flutningur á einum vasa í annan sko. Akkurat. En annars er þetta bara hérna viðskipta á aðra skammtímaskuldir fyrir einhverja 96 milljónir og heildar skammtímaskuldir þá hérna einhverja 515 milljónir og ef við skoðum veltufjárhlutfallið á félaginu þá erum við því miður undir ásnum og talsvert undir honum veltufjárhlutfall upp á 0,58 sem fær ekki alveg nógu góða einhvern í pingjubókum en eins og ég nefni þá er þetta bara flutningur á fjármagni úr hægri vasa í þann vinstri. Já. Og hérna til að balansa þetta eru veltufjármunir langt meiri hérna en skammtímaskuldir hjá Polar Hotel fasteignafélaginu. Já. Svo þar erum við með bullandi gott veltufjárhlutfall eitthvað í kringum 8, þú sér það. Annars ég með eina spurningu. Já. Er ísbjörnin einhvers staðar í þessu eignarhaldi eða? Nei. Þeir eru nú alveg ágætlega verðmæti. Ætli þessi búið að afskrifa ísbjörnin eða? Býtu, áttu við þá hvaða ísbjörn þá? Kynntur er ekki efnið þáttarins? Jú. Ég sendi þér nótur fyrir þátt. Býtu, hvaða ísbjörn hvað? Það er ísbjörn á Hótel Rangá. Já, er það ekki bara, já þessi sem var keyptur Ég ætla að vera að meina fyrirtæki sem þetta ísbjörn. Er þetta ekki bara hérna undir listaverkum? Það geti verið. Já, þetta er örugglega bókfært bara þar undir. Já. Þetta er önnur mynd, þetta er ekki celebrity. Nei. Sætur þessi ísbjörn. Já. En já, bara til að loka hérna skuldunum þá er þetta 62% skuldahlutfall og eins og ég segi þau eru ekkert á neinu hættusvæði þrátt fyrir lélegt veltufjárhlutfall þú veist, en ef að skuldahlutfalli væri eitthvað gargandi hátt og veltufjárhlutfalli lágt þá væri kannski ástæða til að hafa áhyggjur en ég held að þetta sé nú bara ágætt hjá þeim. Aðeins hérna í eigið það stendur í 320 kísukúlum og þar er langstæðstu hluti bundin eiginfjárreikningur og mér sýnist á öllu að þar undir safnist fyrir afkoma dótturfélags sem sagt þá Polar. Nú, já, svo er þetta hlutaféð fyrir 27 milljónir og óráðstafað eigið fyrir 42 og
Það þetta bara uppsamnaður hagnaði móðufélagsins sjálfs. Þannig að ég myndi segja sko reksturinn, hann stendur bara nokkuð traustum fótum, eða að minnsta kosti samstæðan sjálf, fasteignafélagi auðvitað hagnast eins og ég nefndi áðan 56 milljónir. Já. Og það má alltaf yfirgnæfandi meiri hluti af tekjum komi hreinlega frá móðufélaginu. Hvernig þetta nákvæmlega skiptist bara því miður eins og ég segi ekki boðið fyrir 2021. Engin samstæðarreikningur en hreinn hagnaður samstæðunar á þessum árum fyrir COVID 2017, 18 og 19 fór hæstu upp í 170 milljónir þannig 2018. Já. Svo þið sjáðu það alla jafna Hótel Rangá bara nokkuð sjálfbær peningavél þegar túristinn getur svona frjálst höfuðstrókið sko. Já, akkurat. Og varstu eitthvað búin að dreipa því hvað eru margir starfsmenn eða? Já, þetta voru 40 bara sem fyrir þá, þú varst á 7. kafla þá Já, flott. Þú ert að lesa 2 bækur í þessi, það Harry Potter og Rinsted Portal. Þetta eru 40 starfsmenn og eins og ég segi 693.000 krónur í laun per starfsmann á meðaltali. Já. Þannig að þetta er svona ágætlega borgað sko. En annars ég svona bara nokkurn veginn tæmdur. Ég kannski með aðeins hérna í lokin. Já. Ég var búinn að finna sko þetta kannski full mikið veitingatekjur sko. Ég var búinn að sjá hérna eins og ég var að nefna hann með veitingasalinn 40%. Segir hérna þekktir að veitingatekjur landsbyggðarhótela sé yfir 40% af veltunni. Þannig að raunlega getur verið Já, þetta á kannski ekki alveg við hérna. En ef ég tek bara, við erum með 52 herbyggi. Það þýðir að verð sko velta per herbergi hjá Hótel Rangá. Varstu búin að slá þessu upp eða? Nei. Þú varst að því. Já. 2019. 20 milljónir. 247.842. Já, meðan við bara tekjur. Já, tekjur per herbergi. Hugsaðir, hvað alltaf sé stórt herbergi? Þetta er ágætis nýting á fermetrum. Droppa niður í 8,2 í COVID. Já. Skam! Já. Tölum ekki þetta. Nei. Og 2021. Engar samanburð í COVID, takk. Já, þá er þetta aftur komið upp í 15,8. Og hérna er ég bara með 52 herbergi. Já. Deilt í velduna. Ertu búin að prófa að deila þessu niður á dag? Já, það er næsta. Per nótt, þá er þetta sko 43.560 2021. Og var 55.474 2019. Fór hæst árið 2018 þegar veltan var 1,1 milljarður. Já, þetta var gott ár 2018. Í 58 áskrunur. Þannig þú sér það þótt að þú... Þetta er að meðaltali að sjálfsögðu. Já, þetta er meðaltali yfir árið sko. Þannig að eins og fylgir hérna sko, það komur örugglega erfið tímabil í bókunum þar sem þetta droppar. En sumarinn er örugglega með gott fill rate eða stjörnuskoðuna þegar norðurljósa tímabili. Það er náttúrulega helviti drjúgt. Þannig að það þú veist, auðvitað aldrei 100% nýting þarna allt árið kring. Nei, akkurat. Við erum auðvitað droppar væntanlega eitthvað yfir vetratíman. Ég veit, þú veist, túristinn svo sem farin að vera hérna bara, þú veist, allt árið kring. Já, akkurat. Þú veist, það var alltaf mest á sumrin, skilur, en núna þetta bara óður í að koma hérna á vetunda líka, sko. Já, ég man það upp á bókanir, vetraferðamennskan alveg afdrjú, sko. Stjörnuljósin, norðurljósin og allir sápakki. Jöklaferðir og ganga á fjöll og hvað fleira. Já, hvað er þetta að gera núna skemmtilegt? Nei, en sko, ég veit ekki hvað við höfum að miða Fly over Iceland? Já, Fly over Iceland og það. Hvað við höfum að miða þessa kynningu, en sko, hérna stendur algeng leiga per herbergi á ári í Reykjavík er frá 1,6 miljónum upp í 2,6 miljónum króna. Þannig að Hótel Rangá er að smóka það. Shit, það er svakalegt. Ef þetta er rétt, en ég eiginlega trúi ekki að þetta sé svona lítið í Reykjavík. Sérstaklega, hvað er það þá á dag? Hvað segjum bara 2 miljónir? Já, 2,6. Og þú veist, tíðkast að bara deila með 365? Já, þú veist, tökum hlaupar, það er 365. Það er hérna 5 og 5. 1000. 5.500 krónur. Fyrir dag, er það ekki á látt eða? Ég myndi alltaf það. Ég veit ekki, það er náttúrulega, þú veist, er þetta meðaltali bara í Reykjavík? Þú ert náttúrulega með sko, þú ert með eitt sem er bara edition hotel, skilur, og svo ertu með eitthvað bara hostel, skilur. Já, það er fullt af bröskurum sem að draga örugglega niður meðaltali í þessu. En svo náttúrulega Airbnb og allt það. Já. Það er orðið dálítið flókin bransi. Já. Ég var svo sem ekkert að fara meira út í það. Ég bara kom með þessa þýðing á hospitality. En ég samt bara svona smá bónus. Ég kíkti á Q3 hjá Airbnb. Stærsti kvarter í sögu Airbnb. 100 milljón nótta bókaðar
25% vöxtur year over year, semst með við árið í fyrra. Vá. 15,6 milljarðar dollara í gross booking value, sem er 31% aukning í tekjum. Já, bara highest quarter ever. Þetta er milli Q3 2022 og 2021. Já. Líka með mesta hagnað per quarter frá upphafi, 1,2 milljarðar dollara, sem er 46% aukning. Free cash flow upp 40%. Ég vissi ekki að Airbnb væri ekki með hagnaði, sko. Ég hélt að væri bara eins og... Voru ekki að bæta við sig einhverju þjónustu núna nýlega? Ég veit það ekki. Nei, en það eru ekki að taka fyrir Airbnb hindi í dag. Nei, ég var bara með smá bónus fyrir áhuga sama. Bara hafðu þökk fyrir þetta. Já. En þetta var að sjálfsögðu, þessi samantekt hérna var í boði Dominus. Já. Og það eru þetta 3 dagur í dag, þannig að fyrsta sem að þú ættir að gera núna, kæri hlustandi eftir hlustandi þessar þáttar, er að fara í appið eða ringja 5812345 og panta þér 3 dags tilboð. Já, eða bara eitthvað annað tilboð. Og í þessum 12 orðum þá var ég að snæða eina flórdíska sneið til að bera saman. Já, þú ert að fara bara núna á eftir. Já, ég skýst eftir. Svo erum við ekki að hitta Davíð á föstudaginn. Og svo fer ég aftur út. Já, við hittum þetta Davíð. Jó, við erum að hitta hann á föstudag. Nei, við hittum hann síðasta föstudag. Já, það var þannig. Okay. Herði, takk í kvittun, kæru hlustendur, og takk fyrir í dag. Gaman að vera með þetta stutt og laggott. Stutt og laggott í dag. Fast en sanngjarnt. Fast en sanngjarnt. Við höfum aldrei verið jafn sanngjarnir og í dag, held ég. Nei, það er sennilega staðan. Sennilega. Stundum verið að vera svoleiðis. Ég segi það. Takk og bless. Bless.